Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það hefur ekki farið fram hjá ykkur hlustendur og áhorfendur að það aukinn áhugi fyrir Evrópu umræðu, aðild Íslands að ESB eða ekki. Greinar skrifaðar núna frá degi til dags og reyndar eru líka skrifaðar greinar það að við eigum ekki að íhuga aðild að ESB en það svona meiri áhugi hjá fólki að taka þátt í þessari umræðu núna en kannski hefur verið svolítið skeið og ekki skrítið. Þessi ríkisstjórn hefur þetta mál á sinni dagskrá með þjóðaratkvæðagreiðslu, ekki aðild heldur framhaldið. Og það vill þannig til að allir gestir í þessum þætti sem ætla að tjá sig mögulega ólíka sýn þeirra á málið eru hagfræðingar. Það nú ekki síst hagfræðirökin sem að telt fram. Við þekkjum öll vaxtastigið okkar, skopparabolta hagkerfið og svo framvegis sem oft telt fram sem rök að taka upp evru og meiri samkeppni hér innanlands, bankamarkaði og mörgum fleiri fyrirtækjasviðum. En það eru ókosti líka við aðild að ESB og vonandi erum við einhvers vísari eftir klukkutíma eða svo þegar við höfum rætt við þetta góða fólk sem hingað mætt. Erna Bjarnadóttir, vertu velkomin. Takk fyrir. Vilhjálmur Bjarnason, velkomin og Ágúst Ólafur. Gaman að fá ykkur öll. Ég ætla kannski að byrja á þér, Vilhjálmur. Ég las grein eftir þig núna fyrir nokkrum dögum sem fór nokkuð víða, henni var víða postað og þú svo sem gast þess ekki í greininni alveg hvaða afstöðu þú hefur til aðildar. Hún neikvæð? Sko, það ekki ástæð til að gefa upp nokkra einustu afstöðu núna, það hins vegar hægt að gefa upp afstöðu til þeirra umræðu sem fer fram og hún á afskaplega lágu plani og lítilli þekkingu og ég stundum hissa, sko, þú talar það að hér séu 3 hagfræðimenntaðir en aðal umræðu grundvöllurinn hið svokallaða fullveldi og sjálfstæði sem við skulum segja frekar lögfræðilegs eða stjórnmálalegs eðlis. Kannski ekki lögfræðilegs eðlis, heldur stjórnmálalegs eðlis. Og sú umræða sem ég var við núna á vordögum og í sumar, hún var bara í einhverjum móum og þar tókum menn bara skýra afstöðu gegn og nokkrir með alveg fyrirvara laust og ég hef nú áður fjallað svo kallað fullveldi og fullveldi og hlutleysi frá 1918. Hlutleysið var nú afskrifað í byrjun seinni heimsstyrjaldarinnar og síðan hafa menn í rauninni afsalað fullveldi í svo ótal málaflokkum síðan. Og ég taldi upp í þessari grein aðild að Alþjóðabankanum, Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og aðild að Alþjóðaflugmálastofnuninni, aðildina NATO og aðildina Sameinuðu þjóðunum en sleppti einu ásettir á því og það herverndarsamningur frá 1941 og endurnýjað 1951. Herverndarsamningurinn sennilega afdráttar mesta fullveldis afsal sem hér hefur farið fram en ætlar einhver að neita því að landið sé sjálfstætt. Það ekkert land sem hefur mist sjálfstæði sitt sem getur samið eigin mál og það megin inntak þessara greinar og ég bara bað mennum að ræða þetta á einhverjum vitrænu grunni og ég vildi líka minna á það að Ísland gerist aðili að evrópsku efnahagsvæði sem svona auka aðildar eða ekki inn í svona auka aðildar sameiginlegu markaði iðnaðarvörur og kosti þess og hvað hefði gerst hér síðan og það var svo mæling sem ég geri nú alloft til þess að testa mig hvort ég rétt reiknað og það hefur orðið 2,45% kaupmáttaraukning á ári á þessum tíma
og það kannski efni í það að ræða ástæður þess, en þá segja andstæðingar allra Evrópusamvinnu, hvað hefði hún orðið án? Og ég get ekki svarað því. Nei, en sko, ertu svolítið að afvopna þá sem að halda fullveldis rökunum sem megin röksemda á lofti með því hvernig þú ferði yfir þetta skipulega afsal sem hlýtur að fylgja því að þróast sem vaxandi lýðræðisríki og velmegunaríki? Ég ekki afvopna nokkuð skapaða hlut, ég bara benda á það að þessi fullveldishugtak 1918, það sem við fengum rétt til að semjum eigin mál, að það megin inntækið í fullveldinu, að mega semja eigin mál, en ekki það að gera ekki neitt. Þú fyrir líka nokkrum orðum Gunnar Braga og meint slitabréf hans eða ekki? Já. Í greininni. Já, Gunnar Bragi var utanríkisráðherra mestan þann tíma sem ég satt á Alþingi, eða við skulum segja fyrir partan. Já, það skiptist nokkuð inn í tvennt, og hann var afskaplega samviskusamur ráðherra EES-samningsins, og ég hefði ekkert undan hún að kvarta, og ég var í EES-nefndinni og sótti alla fundi EES á þessum árum frá 2013 til 2017. Já. Og svo kom þessi kostulega tillaga hans Gunnars Braga að afturkalla aðildarviðræður, og Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur hafði ekki kjark til þess að taka þá tillögu í gegnum þingið, og þá kom eitthvert bréf, og ef það liggur fyrir vilji Alþingis, þá getur ráðherra ekki sent bréf með andstæðum vilja án þess að Alþingi fjalli þar Það afnám þingræðis. Aðeins í lokin í þessum legg, það skoðun eða staðreind að Bjarni hafi með því að ganga vafasama stigu í Evrópumálum mist flokkinn frá sér með þeim hætti að Viðreisn varð til? Já, Viðreisn varð til nákvæmlega á þessum tíma og ég þekkti nokkra forkólfa Viðreisnar og þeim var algjörlega nóg boðið og þarna varð aðskilnaður. Erna, þú, ef við byrjum á þessu með fullveldisrökin, með þetta áhugaverður punktur hjá Vilhjálmi og hérna hann eins og við fórum aðeins yfir reifar það að við þurfum ju alltaf reglulega að afsala okkur einhverju fullveldi til þess að mæta samtímanum. Þetta orðaleppur hjá andstæðingum ESB? Þú ert ekki hrifin af eingöngu í ESB, það? Nei, ég hef ekki alveg verið á þeirri skoðunni árabil að það sé ekki þá íslenskra hagsmuna að Ísland sé aðili að Evrópusambandinu og það felur ekki sjálfsögðu í sinni eina andstöð við Evrópusambandi eða evrópska samvinnu. Það frálegt að þegar maður sér þessu stilt þannig upp. En auðvitað felur alþjóðasamstarf í sér að maður felur að einhverju leyti einhver verkefni eða leiðsögn í hendur alþjóðastofnana eða samtaka og ég eins og þið sögðu áðan, ég nú ekki lögfræðingur sem hagfræðingur að fara að fjalla hvað fullveldishugtakið felur í sér frá þessu sjónarmiði en kannski ekki mitt sérsvið en ég hygg nú samt að þetta sé nú ekki með öllu sambarilegt að hvað það velur í sér í þessu sambandi fyrir smáríki að ganga í Evrópusambandið eins og að gerast alþjóði aðili að einhverju GATT eða WTO eða alþjóðabankanum. Ég sé nú ekki samlíkinguna alveg, svona 1, 2 og 3. Það má vel vera að setja samfærum hann, ég sé nú ekki þvermóðskar en það, En þetta svona megin röksemd að verja fullveldið og með því ertu andstæðingur aðildar ESB, til dæmis svo vitna sér til þingraðina miðflokksmanna Já, ég verð náttúrulega fyrir mitt leit að segja að allavega það sem ég hef skrifað, þá hefur nú fullveldi ekki verið fyrsta orðið alltaf. Ég vil bara líta á þetta sem það hvernig hagsmunum okkar best borgið í samfélagi þjóðanna með þessari mikilvægu stöðu sem við höfum hnattrænt og hvernig okkar atvinnuvegir og hagkerfi uppbyggt og hvaða stöðu við myndum hafa til að hafa áhrif innan og utan
ESB. Þannig vil ég líta, ég hef allavega í þeirri umræðu sem ég hef blandað mér í og tekið þátt, þá hefur nú reynt að horfa á þetta frá þeim sjónarhóli. Ágúst Ólafur, þú ert búin að eiga í ritdeilu við Sigurð Kára Kristjánsson ESB. Ég bauð honum í þáttinni því miður þá stóð ekki þannig á að hann kæmist. Ég rekna með að Sigurður Kári og hans sjónarmið verði á dagskrá hérna vonandi síðar í vikunni. Það hefur verið gaman að heyri ykkur tvo takast á þessi mál því hérna, þetta er ágætis ritdeila, það er kannski, ég ætla ekki að endursegja ykkar greinar, þú getur einhverju leyti endursagt þín sjónarmið en sko Ísland á ekki að íhuga aðild að ESB. Þá er vitnað til orða Sigurðar Kára á ekki að íhuga. Hvað finnst þér þetta? Sko, já, það er svo merkilegt, ég er nú búin að ræða þetta við Sigurð Kára bara í morgun og eru vettvangi að við erum búin að rífast þetta í 22 ár, því það eru 22 ár síðan við vorum báðir kjörnir á Alþingi og þetta er nú eiginlega sama umræðan og ég er nú spenntur að kannski að fara að taka, kannski komið tíma að taka stærri skref núna. Ég er kannski leyftur að vera með 3 hatta, verandi hagfræðingur og lögfræðingur og stjórnsýslufræðingur, ég er með þetta allt saman og get ég nálgast sem hagfræðingur, þá finnst mér svo augljóst að hagsmunum Íslands er betur borgið innan Evrópusambandsins og með evruna heldur en fyrir utan. Og ég vil bara leyfa mér að nota vaffin 4, vextir, verðbólga, verðtrygging og verðlag. Við erum með vexti sem eru alltaf 3 sinnum hærri heldur en í Evrópu. Við erum með verðbólgu sem er núna helmingi hærri. Við erum auðvitað með verðtryggingu sem er hækja krónunar og svo erum við hátt verðlag. Ég veit að laun hér eru oft hærri en annars staðar í Evrópu en ekki alls staðar og það eru til lönd innan Evrópusamband sem eru hálaunalönd eins og við. Og atvinnuleysi minna. Við hefum líka dæmum aðildarríki ESB sem hafa minna atvinnuleysi eða svipa atvinnuleysi og Ísland. Núna eru 9 aðildarríki Evrópusambandsins með atvinnuleysi undir 4%. Það sem mann þarf alltaf að fara varlega þegar maður fara að bera saman lönd. Við erum 400.000 manna samfélag og bera það saman við 450 milljóna manna samfélag er mjög sérkennlegt og við veitum það. Og það er að finna mörg svæði innan Evrópusambandsins sem hafa bæði hagstæðari hagtölur og neikvæðari hagtölur og svo breytist það yfir tímunum. En við getum litið til Færeyinga. Þeir eru með de facto evruna í rauninni, sko, sem tengd við, þeir eru með gjaldmiðil sem tengd við dönsku krónuna sem tengd við evruna, svipa hagsveiflu og annað slíkt, svipa þjóðarframleiðslu og þeir geta verið með alltaf helmingi, jafnvel 3% lægri vexti og við vitum það að húsnæðisliðurinn er stærsti kostnaðarliður heimilin á Íslandi. Matvælin eru ekki þar langt frá og þetta skiptir allt máli. Þannig að ef okkur er alvar að gera Ísland ódýrara fyrir almenning og fyrirtæki, þá ætti þetta að minnst okkur að vera íhugað eins og Sigurður Kári sagði, ættum ekki að gera. En svo get ég sett lögfræðihattin á mig og rætt fullveldi eins og hér er búið að nefna. Sko, dettur einhverjum í huga að halda þið fram að Frakkland sé ekki fullvalda ríki eða Danmörk eða Holland eða Belgía. Þetta eru allt aðildarríki í ESB. Sko, það er ekki tilviljun. Annars hver einasta þjóð sem við berum okkur helst sama við er annarkvort aðilega að ESB eða hefur sótt aðild. Þessi lönd er engin kjánar. Ég sé ekki alveg rökin okkur við að nánast einn þjóð Evrópu að standa það fyrir utan til lengri tíma. Og ég tek undir Marti Grein Vilhjálms að varandi fullveldu og þau skref sem við höfum tekið, Íslendingur hefur oft yfirlega vegnað vel í alþjóða samstarfi. Við erum lítið útflutningsdrifið í hagkerfi sem reiðir sér mikið á utanríkisviðskipti og alþjóða samvinnu og við höfum bara að fara kokrust inn í það samstarf á okkar eigin forsendum. En síðan get ég sett loka hattin á mig, stjórnsýslu fræðin og spurningana, sko, Ísland á heima í samfélagi Evrópu þjóða. Þetta er okkar fjölskylda og það hefur eiginlega aldrei eins mikil þörf og einmitt slíku samstarfi. Við eigum að vera í samvinnu og samstarfi og skjóli góðra nágranna. Við erum með ólíkinda tól í Hvíta húsinu eins og Vilhjálmur nefndi sinni ágætu grein. Þannig að heimsmyndin er að breytast. Þannig að ólíkt umræðinni fyrir 22 árum, þegar ég og Sigurður Kári var fyrst kostur á þing, þá er komið ný vídd í þessu umræðu og það eru öryggishagsmunir. Og Evrópusambandið, ég veit að NATO er grunnurinn þar, þetta veit ég það, en Evrópusambandið er sömuleiðis
bandalag sem byggist á öryggishagsmunum og þess vegna skiptir miklu máli við tökum þá vít líka inn í þessa umræðu sem framundan þannig að eins og maður heyra ég hérna samfærum að við eigum að fara þarna inn en við hljótum að geta verið sammála að minnst okkast að hefja aðildarviðræður á nýjan leik og fá þennan samning sem við höfum aldrei fengið að sjá og síðan leyft þjóðinni að taka afstöðu til hvort við ættum að fara inn. Þó ég samfæri núna þá ég ekkert að segja við höfum að fara inn sama hvað það kostar, sjálfsögðu ekki. Ég veit að ESB og evra engin töfralausn en það væri mjög sérkennileg nálgun að útiloka það svona fyrirfram og útiloka viðræður eins og sumir samfélaginu að gera. Að þú nefnir verðtrygginguna, við náttúrulega þekkjum það að ungt fólk algjörlega dæmt til þess að taka verðtryggð lán núna ef það kemst í gegnum greiðslumat og þetta gríðarlega flöskuháls og mjög vont tímaskeið í gangi fyrir unga fólkið okkar, stór hætta á atgervisflótta og svona. Og ertu sannfærður að húsnæðiskaup yrðu einfaldari? Ég er sannfærður það. Við sjáum, ef við lítum á stýrivextina, ég veit að vaxtastig getur verið mismunandi þó við höfum evru, en stýrivextir Evrópubankans eru 2,15%, við erum með 7,5%, þannig að já, það yrði auðveldar að fá hér húsnæðislán. Svo líka viðbótar vitt í þessu umræða að ég er sannfærður að erlend samkeppni myndi aukast með að fara inn í Evrópusambandið. Það alls konar svona viðskiptahindranir sem þarna eru fyrir hendi út af gjaldmiðlinum. Ég finnst bara hagstjórn sem byggist á gengisfellingum eins og íslenska hagsaðan hún ekki góð. Við gengisfellingar gerast alltaf kosta almennings. Það var að rýra eignir almennings í krónum og færa til útflutningsgreinar eins og sjávarútvegs eða ferðaþjónustu. Þegar gengi fellur þá hækka innflutta vörur og við þurfum að reiða okkur mikið á innflutta vörur. Eðli málsins samkvæmt. Við framleiðum ekki okkar vörur nema í mjög takmörkuðum mæli. Þannig ef gengi fellur niður, þá hækka innfluttar vörur í verði, það hækkar verðbólguna og það kallar á vaxta hækkun. Þetta vítaringur sem við þekkjum. Og með því að vera með annan gjaldmiðil, sem langflesta þjóðir í Evrópu hafa kosið, það eru næstu tæplega 30 ríki í Evrópu sem hafa kosið þannig gjaldmiðil, þá fá aðeins meiri stöðuleika. Ég veit að hagsveifla evruna fyrir ekki eftir hagsveiflu Íslands en við sjáum þau ríki sem hafa tekið upp evruna, það getur myndast meiri samhljómi milli hagsveifluna þegar á reynir. En það reynir þetta hagstjórn, ég veit það, en það er líka bara allt í lagi. Það má alveg reyna svo meira hagstjórn í íslensku samfélagi. En gengisfellingar ekki til lengri tíma sérstaklega góð leið og ekkit endilega sérstaklega góð vörn gegn atvinnuleysi eins og stundum sagt. Við vitum það eftir bankahrunið þá fór atvinnuleysi hér upp í næstu 10% og COVID-tíma hátt atvinnuleysi og svo framvegis. Þetta fordæmaleysi tímar en við höfum alveg okkar sögu tíma þar sem atvinnuleysi hefur risið nokkuð hátt. Vilhjálmur, þú þekkir þessa umræðu eins og við öll með fákeppnismarkaðinn hér á landi að gæðum sé úthlutað og skipta milli örfárra aðila og skortur á samkeppni sé eitt af okkar helstu meinum auk það sem hefur komið fram. Hvaða skoðunar ertu? Þarf að lofta Það þarf að lofta að hluta af þessum umbreytingum sem hafa orðið hérna frá 1993-94 þrátt fyrir allt aukin samkeppni. En við búum við töluverða fákeppni á mörgum sviðum, á bankamarkaði, tryggingamarkaði, eldsneytismarkaði og matvörumarkaði. Og ég hef nú stundum tekið sem dæmi matvörumarkaðinn og borið það saman við franskt fyrirtæki sem starfar á enga sölu markaði, það að segja vörumerkjamarkaði, ekki enga einokunarmarkaði, það er Louis Vuitton, Moet Hennessy. Þetta er fyrirtæki sem selur, skulum segja, gæðavörur og í svona efri klassa. Þetta fyrirtæki er með 10% hagnað. Íslenskir smávörumarkaðir eru með 10% hagnað að veltu. En íslenski smávörumarkaðir eru með 3% hagnað að veltu. Og þetta finnst mér óþarflega mikið. En varðandi evruna, að tala hér menn eins og evran sé ekki til á Íslandi. Ég veit ekki neitt landsvæð á Íslandi sem eins evruvætt eins og norðausturkjördæmi sem kjördæmi Sigmundur Davíðs Gunnlaugssonar formanns Sjálfstæðisflokksins hvað heitir flokkur? Miðflokkur. Já. Það ekkert kjördæmi jafn evruvætt eins og norðausturkjördæmi
og það það bil 25-30% af öllu rekstri í landinu sem heldur sitt bókhald ekki í íslenskum krónum og heldur og tekur lán í þeirri mynt sem að þeim sýnast og erfiðasta deila fyrir utan afnám vörugjalda af fötum og heimilistækjum, það var heimild til breytinga á lögum vexti og verðtryggingu eftir kostulegan dóm Hæstaréttar í svokölluðum gengistryggðu lánum. Þar sem heimildin var útveikkuð og með gengistryggð lán, mátti taka lán í erlendri mynt, það mátti taka lán í íslenskum krónum og verðtryggingin hún var viðurkennd sem breytilegi vextir með áliti EFTA-dómstólsins. En það að skildi leyfa gengistryggð lán og ég settist nú niður og fór í gegnum reikni forsendundan, matematíkina að baki gengistryggðum lánum og erlendum lánum, bara fyrirgeðu. Og sömu breytistarðinir röðuðust eins nákvæmlega sama stærðfræðin. En hér alltaf verið að venda einhverja hagsmuni og það verið að venda hagsmuni sjávarútvegsins, það verið að venda hagsmuni landbúnaðarins. Og þá spyr ég, skiptir landbúnaðurinn einhverju máli? Til dæmis alifuglarækt. Ég held að hún hafi álíka mikið vægi eins og einn vertíðabátur og svínarækt eins og einn togari. Og í landsframleiðslu að þá landbúnaður sem næst 0. Það fer eftir hvernig, og menn hafa deilt það hvernig eiga meðhöndla beingreiðslur. Þannig að menningaraukin eru stærst á bakvið. Já, ekki hægt að venda hagsmuni bænda með öðrum hætti og þegar ég keyri sveitur landsins þá sé ég hvernig sauðfjárbúskap hnignar og í sjávarútvegi þá sé ég hvernig fullveldi mitt skert. Mér ekki heimilt að veiða fisk á sjó og en nú ekki rétt að menn fara nú að átta sig á því hvað máli snýst. Þetta snýst það að við semjum okkur að háttum annarra þjóða. Líklega eitthvað ferlegasta skeið íslenskrar sögu eru fyrstu 8 árin sem ég lifði frá 1950 til 60, ég reyndar fæddur 52 og svo hagstjórn sem þá var með alls konar boðum og bönnum og uppfærslum og niðurfærslum og svo framvegis og því miður tókst viðreisnarstjórnin ekki að ganga nógu langt og eftir sátu vextirnir og það sátu eftir nokkur gjöld eftir að Ísland gekk í EFTA. Og það sagði við mig þingmaður sem satt hjá í þeirri atkvæðagreiðslu þegar ég voru að spyrja hann út í þessi atkvæðagreiðslu, ég kunni ekki að leita í þingtíðundum. Hann sagði, þingmaður Framsóknarflokksins, hann sagði við mig, ég man ekki hvernig ég greiddi atkvæði, ég var dregin út í einhverja tóma vitleysu sem ég skammast mér alltaf fyrir. Framsóknarflokkurinn satt í heilulagi hjá. Alþýðubandalagið á þessum tíma greiddi atkvæði gegn aðild að EFTA. Á hvaða forsendu? Jú, á þeirri forsendu að ríkisstjórnin samþykkti ekki gerði innþróunaráætlana. Og Alþýðubandalagið komst til valda 1971 og þá var farið í innþróunaráætlanir í öllum atvinnugreinum og hver einasta innþróunaráætlun, hún hófst aldamótin 1500 og hún náði fram yfir 1970. Þá stoppaði innþróunaráætlunin. En einhvern veginn þá var til þróun í landinu þrátt fyrir það að framkvæmdastofnun ríkisins gæti ekki lýst í eftir 1970. Og við erum nánast komin inn í Evrópusambandið að flestu leyti á þennan innri markað og við höfum samþykkt það að taka upp reglur Evrópu án þess að hafa atkvæðisrétt þar En ég nefndi þessari margumræddu grein hluti sem að við höfum heldur ekki atkvæðisrétt. Það Evrópska lyfjastofnunin og Evrópska öryggistofnunin. Það aldrei greitt atkvæði. En báðar
til dæmis Evrópska flugöryggistofnunin og aðild okkar að henni, hún forsenda þess að það flogið til Íslands og íslensk flugfélög geta flogið til annar landa og Evrópska lyfjastofnunin að þar fer fram vinna sem langt umfram okkar getu og hvað skortur upp á? Jú, okkur skortur upp á atkvæðisréttin og samkvæmt íslensku röksendum landbúnað en þá ætti allir útlendingar að vera dauðir vegna þess að við höfum svo hollan mat sem að þeir borða ekki. Sumir fara til móa til að éta rátt-takk. Sumir fara til móa til að éta rátt-takk. Já, þeim að góðu. En hérna Erna, þú veist, við heyrum oft að það séu tveir hópar í samfélaginu sem að yrðu ósáttastir við að ef Ísland myndi gangi í ESB, það sjávarútvegsgeirinn og landbúnaðargeirinn. Nú heyrirðu hér ýmis rök og jafnvel þetta eitthvað sem að ég vænti þess að ein ástæða þess að þú sett gegn aðild ESB séu landbúnaðarmálin eða hvað? Auðvitað tók ég mikinn þátt í bæði umræðum og greiningu á stöðu landbúnaðar gagnvart Evrópusambandinu áður en einu sinni var sótt og svo líka með að það var í gangi. Og ég hef alltaf verið sömu skoðanir í því og ég ætla ekki að segja samt að ég get ekki mögulega breytið upp tímann, ég ætla ekki að birtast sem málsvari þeirra einstrengislegustu en ég hef allavega ekki komist að annarri niðurstöðu ennþá en að hagsmunum landbúnaðar væri betur borgið í því fari sem það en hafandi sagt það, þá auðvitað að því að Vilhjálmur valdi nú að fara að tala landbúnað þá landbúnaður í Evrópusambandinu einhversa mest stýrði og regluvæddi og það eru tollar inn til Evrópusambandsins á miklu fleiri landbúnaðarvara heldur en nokkuð tíman inn til Íslands. Þannig að það nú ekki lausnin á því að afregluvæða og afnema tolla á landbúnaðarvörur að fara þangað eins og það sé alveg skýrt. Þannig að við erum bara að tala þar allt annað umhverfi og það má auðvitað segja það sama uppi við það eins og núna að stuðningur umfram það sem að Evrópusambandið gerir samkvæmt sinni sameiginlegu stefnu líkt og gert í Finnlandi með norðurslóðastuðningum. Hann auðvitað upp á það komin að íslensk stjórnvöld myndi vilja það og það þannig í Finnlandi líka. En sem sagt, eins og ég segi, mitt mat hefur hingað til verið það að það sé enga síður betra fyrir landbúnað en það ekkert hins vegar eina ástæðan fyrir því að ég þessara skoðunar og en mér finnst hins vegar að við þurfum kannski öll að vera svolítið skýrari þegar við erum að tala þessi mál akkurat núna og ef ég má koma inn á 20 í þessu sambandi, ég held ég sé búin að tala minnst í það. Sammála því. Að annars vegar þetta með evruna, Ágúst Ólafur sem hagfræðingur og við sem sittum hér vitum öll að þetta kannski aðeins flóknar en þú lýstir þessu áðan því við fyrsta lagi uppfyllum ekki skilyrði til að taka upp evru eins og fjármálum hér á landi standa í dag. Hefur ekki við öll sammála það? Nei. Við erum með meiri verðbólgu, við erum með meiri ríkisskuldir ef maður rétt. Þetta farið mjög vel yfir þetta í viðskiptablaðinu í vetur, í viðtölum við og samtali við Jón Daníelsson og ef við bara gerðum þetta, verðbólgan meiri, þá væri strax önnur staða uppi í vaxtamálum hér á landi. Nú öðrulega Ágúst, þú talaði held ég 30 land sem hefði hana gjaldmiðil, það ekki eins og 30 land í ESB. Það eru ekki bara land í ESB sem evruna? Nei, en þau eru allavega mörg í ESB sem eru ekki með það. Eitt hefur alltaf þverskallist við það þó sé ekki með formlega undan þá frá því, Svíþjóð. Þeir eru ekki með samta undan þá því, þeir bara gera þetta og önnur land draga lappirnar í því eins og til dæmis Pólland, ef ég man rétt. Þannig að hlutirnir eru nú svona, það eru fleiri hliðar á þeim skulum við segja, ég held við getum verið sammála það. En ég maður svo svara bara örlítið
Sko því það er ákveðin skilyrði til að uppfylla hérna upptöku evrunar. Það eru þetta 20 aðildarríki ESB sem eru evruna og Búlgaría mun taka við núna áramótin og flest stefna upptöku evrunar. Danir eru með beintengt krónuna við evruna og Svíar í raun og veru innan ákveðna vikmarka og sem eru önnur lönd í Evrópu búin að taka upp evruna, ekki síst smáríkin. Aðeins hérna varðandi hérna landbúnaðinn. Sko, við vitum það ef við skoðum bara úttektir Alþjóða viðskiptastofnunar þá Ísland það land sem með mest verndaða landbúnaði í heimi. Þetta Ísland, Noregur, Sviss, Suður Kórea sem með mikla verndartolla og ívilnanir fyrir landbúnaði. Ég veit að Evrópusambandið með landbúnaðarstefnu sem á vel gagnrýna líka en við vitum að hérna Evrópusambandið hefur verið að taka tillit til landbúnaðar og eins og hér hefur komið fram þegar Svíar og Finnar fór inn þá veittu þeir eins og alltaf stakt að það er aldrei hægt en þá breyttu þeir sinni landbúnaðarstefnu eins og hér Erna gatum sérstaklega að taka sérstaklega til norðlægs landbúnaðar og allur íslensku landbúnað myndi falla þar undir. Þannig að þegar ég var í mínu alþjóðasamstarfi og hitti fólk á Norðurlöndunum ekki síst sem hafi tengingar í landbúnað hér Svíþjóðar og Finnlands þá voru þær stættir til að byrja með neikvæðir en upp til hópa jákvæðir eftir inn var komið. Þannig að hér eru tækifæri fyrir íslenska landbúnað að skoða þetta með aðeins opnar augum heldur en bændasamtökin hafa gert hingað til að mínu mati. Og svo örstund var þetta sjávarútveginn og hér var nefnt örlítið með hann. Það þetta stóra máli líka. Það heilmikill misskilningur sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins byggist á einum hornsteinn og það hinn svokallaða hlutfallslegi stöðugleiki. Hvað það? Það veiðireynsla. Ríki fá kvóta í samkvæmt sinni veiðireynslu, nýlegri veiðireynslu. Það ekki að fara að líta til veiðireynslu 8. áratugarins, það rangt. Þannig að, og ef við lítum í tilviki Íslands, þá Ísland eina landið sem með veiðireynslu í íslensku hafi. Þannig að samkvæmt núgildandi reglum og stefnu Evrópusambandsins fengi Ísland allan kvóta sem úthlutað yrði, allan. Það ekki samkeppni á hálfu flota frá erlendu ríkjum? Nei, það er ekki einasta rík hérna sem fengi kvóta út af þessari reglum hlutfallslega stöðuleika. Ekki 100%? Ég 100% af þessu. Þetta er margstaðfest og það er ekki nema hræðsláraður þegar mann að tala hér það er ekki verið að ræða það í þessu þætti, þegar verið að segja hér mun allt fullast af einhverjum spænskum og breskum tórum. Hvað er það þá í sjávarútvegsmálunum sem menn telja að við þyrftum að fá undanþágur fyrir eða fjárfesting í sjávarútvegi? Sko, já, við þyrftum líklega heimila fjárfestingar í sjávarútvegi. Fyrir mér er það ekki ágefni. Er að fá undanþágur. Svo er hægt að semja, en við vitum það að erlendir aðalega geta keypt hérna í gegnum eignarhaldsfélög upp á 49% íslensku sjávarútvegi fyrir að hingað til ekkert vera að gera það. En þetta er eitthvað sem við getum átt samtal við Evrópusambandi. Við vitum að Malta fekk hérna alls konar sér útfærslu varðandi sinn sjávarútveg, þetta er hann ekkert að pari við okkar, ég veit það alveg. En þetta er eitthvað sem við leiðum í ljós í aðildar viðræðum. Þess vegna aftur ítreka við hljótum að geta hérna vera sammála það. Svo er alveg skýr, ég er nú búin að setja í 2 Evrópunefndum og leitt þar að eina að aðildarríki Evrópusambandsins geta alveg ákveð hvers konar kerfi þau hafa varðið útdelingu. Við getum haft kvótakerfi, við getum haft eitthvað annað kerfi. Það er alveg skýrt. Hugsun Evrópusambandinu er svokallaða nálega regla sömuleiðis. Evrópusambandið vill að nærsamfélagin taki þessar ákvarðanir. Það má líka ekki ofmeta hvað Evrópusambandið sé eitthvað stórt. Ef Evrópusambandið væri stofnun á Íslandi, þá væri það 40 manna stofnun. Þetta væri svipað stórt á skógræktin. Þannig til að sína það að Evrópusambandið er ekkert að risa bákn eins og fólk heldur. Og svo ætla ég bara örlítið að bæta við varðandi smáríkin og annað slíkt. Það er svo mikilvægt að hafa þau í huga að smáríkjum innan ESB hefur vegna almennt séð mjög vel. Þetta veit ég að Þýskaland er valdameira en Ísland, ég átta mig á því, en smáríkjum hefur vegna vel, lítum á Möltu. Hver er forseti Evrópuþingsins í dag? Það er kona frá Möltu. Lítum á Luxemburg, líka svipa fjölmennt ríki og Ísland. Þeir hafa átt formað framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Og svo framvegis. Og svo var þetta Evrópuþingmennina. Þeir raða sér á Evrópuþinginu eftir stjórnmálaskoðunum en ekki eftir þjóðernum. Ég var nú stundum í alþjóðasamstarfi með Sigurði Andersen. Ég var ekkert allt í einu sammála Sigurði Andersen þó við vorum allt í einu komin til útlanda. Þannig að bara ég tek það sem dæmi. Ég myndi starfaði með jafnaðarmönnum, hún starfaði með hægrumönnum.
hvort sem við varum innanlands eða utanlands. Þannig að það líka hluta þessu hræðsláðurári. Íslendingar fengju bara 6 þingmenn áhrifalausir. Það verður ekki pólitísk útþynning. Nei. En þetta er þess að hver veldur á sem heldur, það bara fyrir til hvernig við myndum nýta okkur þessi tækifæri og við myndum fara að fúsum og frá sér vilja, reyna að fá góðan samning fyrir landbúnaði, fyrir sjávarútveginn og svo framvegis. Auðvitað. Og ef samningar verið að takast ekki með þeim hætti, þá bara fellir þjóðin það. Ég átti efast ekki eina mínútu fyrir það. En aftur, við þurfum að hefja þessa umræðu og dýfkana og fara í efnisatriði málsins. Vilhjálmur? Já, ég ætla aðeins að fá að bæta við varðandi sjávarútveginn, sko, að grundvallaratriði sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins verið ekki útdeling og kvóta heldur sjálfbærni fiskistofna. Og eigum við erfitt með að sannfæra eitthvað samstarfsaðila sjálfbærni íslenskra fiskistofna og við úthlutun kvóta. Og annað er hitt að það er miðlínur eða aðlíkjandi veiðisvæði gagnvart Grænlandi, gagnvart Færeyjum. Eru deilur það? Nei, það er ekki deilur það. Eru frakkar að drepast undan ásókn Spánverja í Biskæflóa á sínum miðum? Nei, það er ekki. Spönsk fiskip er ekki á frönskum fiskimiðum. En það er hins vegar þannig í Evrópusambandinu að lönd eiga aðlíkjandi lögsögur frá Grikklandi og alveg inn í Eystrasaltsalt og það er náttúrulega eðlilegt að þau stjórni sínum veiðum. En eigum við síðan að fara að skipta okkur að því hér fyrir utan þetta svæði? Nei, ég held ekki. Þannig að, og ég, mann og ekki, það er talað meðaltal verðbólgu eftir löndum og einhver lönd eru fyrir ofan meðaltal og önnur eru fyrir neðan meðaltal ef ég man rétt. Það get ekki allir verið í meðaltali. Nei, þess vegna verður til meðaltal. Og þess vegna verður til meðaltal og ég man ekki hvar Ísland liggur í því núna en ríkisskuldir skuldir ríkisins, það eru ekkert ofvaxnar þessum 60% sem eru Maastricht viðmið og varðandi evru upptökuna þegar evran var tekin upp árið 1999 að þá var Ísland eitt fárra ríkja sem uppfyllti skilyrði og en síðan hafa menn farið bara þessa bakdýra leið að hér eru allir sjávarútvegurinn sem hefur mikið á móti Evrópusambandsaðild evruvætt sig og þeir eru með tvöfalt kerfi eiginlega einfalt kerfi, það eru öll fyrirtæki sem skipta máli í evrum og svo eru 2 fyrirtæki sem skipta meginmáli í bandaríkjadollar, það eru Icelandair og Landsvirkjun í dollurum, stóriði fyrirtækin í dollurum vegna þess að viðmunnaverð á áli er í dollurum. Þannig að væri nú ekki gott að taka upp svona eins og ég baðum í greininni vitiborna umræðu sem ég hefur fundist skorta. Erum við ekki að reyna það hér? Jú, við erum að reyna það en ég er nú að tala út fyrir þetta borð og ég hef verið í sveit og ég fer sveiti landsins og horfi á búskaparhættu og hvernig fólki vegnar. Árið 1924 segi ég að landbúnaður misti samkeppnis yfirburði yfir sjávarútveg og landbúnaður hefur rauninni verið að dragast aftur úr síðan, menn hafa aldrei viðurkennt þetta en greinin sjálf hefur talið sig hafa ákveðna yfirburði og þetta hefur leitt til þess ástand sem að nú er og kemur til dæmis fram í kvörtun félags sauðfjárbænda afurðaverð í dag og ætla menn að horfa upp á það þrælahald sem er í sveitum landsins. Erna, ég er nú gamall eins og að grunum á sjá og búin að vera hlustendur áhörendur þreyttir á að heyra það en þetta eru yfir 40 ár síðan ég hóf starf í blaðamennsku
og hérna ég verið á flestum fjölmiðlum landsins og ég þekki sko þessi þrýstingsáhrif þarna úti, hvað maður hefur stundu þurft að dansa hérna í sambandi við þessa Evrópuumræðu. Hún hefur verið ótrúlega viðkvæm og erfið og hérna ekki síst þau ár sem ég bjó út á landi svona í nálægð við öflugustu sjávarútvegsfyrirtæki landsins og svoleiðis, þá maður hefur bara hreinlega ritskoðað þetta mál stundum, langa kafla bara burt af starfi blaðamannsins sem er örugglega hluti vandans. Og hérna ég vitnaði á hann í grein Sigurðar Kára, Ísland á ekki að íhuga aðild að ESB. Það er búið að vera mikil þöggun þetta. Við höfum haft landið undir stjórn flokka sem að hafa staðið gegn þessu, sumpart að margir hafa talið gegn almannahagsmunum, hagsmunaflokkar. Núna erum við með ný rök, telja margir, sem varða alþjóðamálin og stríð og frið og mikilvægi þess að við göngum götu ESB-ríkjana sem að Vilhjálmur meðal annars rifjaði upp sinni grein að byrja náttúrulega að einhverju liti tengt eða mestu liti tengt friðarhagsmunum og öryggi og öllu því. Og við erum líka með, eins og ég nefndi áðan, þetta með verðtrygginguna að heimsmynd okkar Íslendinga er harla ófrjáls núna þegar bara við veltum fyrir okkur ungu fólki. Ég á börn sem eru unglingar og þau eiga vini og vinirnir koma stundum í heimsókn og mér finnst ég skynja svona jákvæða von hjá ungu fólki í dag sem ekki skilyrt eins og ég bundið á klafa fortíðarinnar þar sem að bara mátti helst ekki ræða málin. Getur verið að við séum enn að bíta úr nálinni núna í viðþorfum okkar með það að við vildum ekki styggja frekakallin? Já, það er stórt spurt með löngum inngangi verð ég að segja. Já, ég áskil mér rétt til þess að blanda mér í umræðina. Já, bara spyrja spurningar. Þetta bara fyrstu viðbröð, Björn. Ég nú líka svo gömul sem okkur ennum að sjá, sko, held ég sé eldri en þú ef út í það farið. Já, þú fer bara betur með það. Ég fer svo svakalega vel með það. En sko, það er einmitt skemmtilega við umræðin svo hér, sko. Það er svona við erum að velta upp mörgum hliðum og í góðu spjalli. Sko, hver er þessi frekikall? Ef við hugsum alþingiskosningarnar 2013, hvaða afgreiðslu fékk svo ríkisstjórn sem þá satt? Hvað var samfylkingin með marga þingmenn eftir þær kosningar? Vill einhver segja það upp á þér? Já, ég man það. Já, hvað var það margir? Voru ekki 7? Nei, þeir voru ekki 4. Nei, það var eftir kosningarnar 2017, þá voru þeir 3. Ok, en verra. Hvað segir það okkur? Það var ekki eftirspurn eftir þessu máli þá. Það hlýtur að vera hluti af svarinu, minnsta kosti. Þú ert að gleyma bankarhunni sem var þarna í ykkur ákveðni. Það getur breyta þarna tiltækt eftir það. Já, hvaða viðbrögð sýndi svo ríkisstjórn við afleiðingum hrunsins með Æsir? Hún ætlaði að borga. Það var þjóðin sem stoppaði það. Þannig að það var ekki frekikallin sem þið eru að tala hér um. Hann svo sannarlega fyrir hendi. Já, og skuggi hans langur. Skuggi hans má ég klára. Hann kann að vera langur. Ég engin talsmaður hans. Ég er alls ekki talsmaður bændasamtaka hér. Bara svo það sé alveg á hreinu þó ég hef unnið fyrir þau mörg ár. En það sem ég er að segja er bara að kosningarnar hverjum tíma hljóta endurspegla einhverja niðurstöðu lýðræðis. Og þetta mál, það var svo sannarlega ekki á dagskrá fyrir síðustu kosningar. Og ef að menn hafa svo samþykja í ríkisstjórnarviðræðum að það er að fara fram einhver þjóðaratkvæðagreiðsla, þá er allavega ótímabært að tala eins og þetta mál sé nánast komið á stað. Það er komið á stað? Já, en af hverju fer það á stað áður en fyrirheit ríkisstjórnar sem segist alltaf hafa viðræður, en fyrirgeði atkvæðagreiðslu það, er svo mikið sem búið að dagsetja. Það er vegna þess að við höfum málfrelsi. Þú hefur málfrelsi á þess að ríkisstjórnin ákveður. Já, en ég meina á vettvangi ríkisstjórnarinnar. Er það komið á stað? Það er engin að... Margir sem upplifa þannig allavega. Já, þetta er alveg ljóst. Við erum að tala tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er líka svo sérkennileg umræði að það sé verið að lauma Ísland í Evrópusambandi. Það er tvöföldu atkvæðagreiðsla framundan. Það er atkvæðagreiðslu hvort við höfum að hefja alltaf viðræður sem ég skil í andstæðingar ættan og geta... Þú sagðir örglega hefja aðildarviðræður. Eða halda þeim áfram, ég er alveg saman hvað við segjum það, bara ljúka þessum samningsviðræðum og fá samningin og síðan
auðvitað, ef engin flokkur tala fyrir öðru heldur en að samningur sem slíkur eru lagður fyrir þjóðina. Þannig að þjóðin hefur alltaf síðast orðið og við værum held ég eina þjóðin sem myndi fara tvöföldur leið að greiða atkvæði með þjóðurinn hvort við ættum að hefja aðildarviðræður eða halda þeim áfram með hvað sem við viljum kalla það. En það er svo margir punktar sem ég langar að nefna var eins og sjávarútvegur og annað slíkt eins og Vilhjálmur nefndi þessi fiskur sem fæðist í Frakland og syndi til Bretlands, auðvitað þarf að vera sameiginleg stjórnun og honum, það segir sig sjálft, annars er hann bara veitur í Fraklandi, þannig að það er líka hugsun og bak við sjávarútvegsmálin. Annað dæmi sem ég langar að nefna og gleymdi á, það var þetta evruna og krónun okkar. Það vil svo til að krónan okkar er þessi árin 100 ára, rúmlega 100 ára gömul. Hún var beintengd við dönsku krónuna 1920-22, voru á pari. Hvað er danska krónan núna? Íslenska danska krónan er 20 krónur íslenskar. Svo má ekki glemma, við tókum 2-0 af, þannig að það er 2000 og til að segja annað samhengi að við höfum ekki tekið 2-0 af þannig að 1980-81 þá myndi kaffibollin á Íslandi kosta 70.000 krónur. Þetta segir sína sögu rýrnun gjaldmiðilsins. Allir gjaldmiðlar rýrna meðal á danska krónan. Þannig að við sjáum hvað þetta er óheppilegt tól. Sem er eina ástæða þess að ótrúlega margir Íslendingar eru að vinna 150 eða jafnvel 200% að vinna í áratuguna. Já, síðan er annar punktur sem Vilhjálmur er búin að nefna tvisvar, alveg réttur, að stóru fyrirtækin er búin að yfirgefa þennan gjaldmiðil, meðan almenningur getur ekki gert það. Hann gerur upp í evrum eða dollarum. Hann hefur aðgengi að erlendum lánastofnunum sem almenningur almennt hefur ekki eða minni fyrirtæki. Við lítum hérna á, ég nú með þess að tölur mikil talamaður, ef við lítum á skuldastöðu hérna fyrirtækja í landinu skuldum 3.000 milljarða og 4% stigs munur var þetta það, er 120 milljarðar. Þannig íslenskt atvinnulíf er að greiða á ári 120 milljarðar meiri vaxtakostnað með 4% vaxtamun. Íslensk heimili, jú, er 100 milljarðar. Vegna þess að íslensk fyrirtæki eru tölverðu leiti skuldsett í erlendir mynta. Já, ok, á krónahagkerfi, lítum bara á það. Tökum þá heimilin, þau skulda ekki sérstaklega mikið erlendi, þau skulda 2.600 milljarða, það munar 100 milljarða, sveitafélögin skulda 650 milljarða og svo framvegis. Þið sjáu hvað er að fara, það skulda í krónum er dýrt. Við erum líka að reka 900 milljarðar króna gjaldeyrisvaraforða sem er svona öryggissjóður. Það kostar líka, það verður með þetta að kostar 40 milljarða að hafa þann gjaldeyrisvaraforða. Það er álíka há upphæð og kostar að reka alla heilsugæslu landsins til að setja þessa tölu í samhengi. Seðlabankinn tilkynnti í sumar að hann ætlar að kaupa gjaldeyri meðal annars til að halda krónu nokkur stöðugri fyrir 7-8 milljarða á viku. Sjúkrahús Akureyri á ári kostar 13 milljarða, þannig að til að setja þessu tölu í samhengi, til að sýna fórnarkostnaðar krónunar. Við finnum það á eigin skinni, ekki inn í stóru, ekki inn í ríku, ekki í sjávarútvegurinn, nema takmörkuðu leyti. Þetta er umræða sem ég sakna. Almannahagsmunir versus sérhagsmunir. Landbúnaðurinn er hræddur við þetta, ef við áttum okkur á því, tökum þá bara samtal með landbúnaðurinn, hvernig við getum. Ég er ekki alveg herskár og Vilhjálmur í garð landbúnaðarins. Ég er ekki herskár. En ég vil hafa eitthvað landbúnað með landsammenningar rökum og svo framvegis, að hluta honum. Ég alveg sammála var þetta alifuglin og svínin, ok, önnur umræða. En tökum þessu umræða með bændasamtökunum, fáum besta mögulega samning fyrir landbúnaðar, alveg eins og Svíar og Finnar gerðu með norðlega landbúnaðin. Förum bara sjálfstörst í þessu umræðu. Ekki bara fyrir að segja við fáum ömulegan samning. Það er svo skrítið. Já. Sko, eitt af því sem að maður hefur oft heyrt er að einmitt þessar jaðarbyggðir, þær njóti sérstakra hlunninda innan ESB og ég hef hitt fólk sem að segir að sko bændurnir ættu að vera númer 1 hópur til að vilja ganga í ESB. Hvað segir við því? Ég segi einfallega það að ef við erum tilbúin að ganga í Evrópusambandið með mismunandi rökum, ágætum kannski einhverjum og ágætum ekki að mínum að einhverjum, það verður alltaf þannig hver okkar sem sitja í samtalinu. Þá vil ég segja það að íslensk landbúnaðarstefna, það er vel hægt að breyta henni með hliðsjón af þeirri evrópsku ef við sjáum einhverja kosti þar sem væri til þess að efla íslenska byggðir. Það þarf ekki að vera í Evrópusambandi til þess sérstaklega. Nei. Hérna Pavel satt hérna í síðustu viku sem er formaður utanríkismálanefndar Alþingis og við innbrúðum aðeins á Evrópuumræðinni og
og hann kannski bara eins og ábyrgur þingmaður í hans stöðu vill ekkit hafa áhrif á vilja kjósenda og vill segja sem minnst, en ég var að reyna að fá hann svona, til þess að tala eitthvað um það, hvað við þyrftum að sérsemja og eitthvað svona, og það var svona fátt svör á þessu stigi hjá honum. Kannski er það bara ágætis pólísía að hérna fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu, ég veit það ekki, en hvað finnst ykkur svona það? Ætlar á ríkisstjórnin að selja sína stefnu? Er það erfitt út af flokki fólksins eða hvað erum við að tala? Það var nú samið töluvert hérna árið 1993 þegar Ísland gerðist aðilega að Evrópska efnahagssvæði. En sko það er engin sem nefnir samningin Evrópskt efnahagssvæði sem að bráðabirgðalausn ekki fyrir Ísland, Noreg, Sviss og Liechtenstein, heldur fyrir Svíþjóð, Finnland, Austurríki. Og svo gerist það 1991 að þessi lönd í kjölfar hruns Sovétríkjanna ganga í Evrópusambandið. Og þá verður þessi rammi sem tilbúinn, þá gerist það að önnur lönd í EFTA þau ganga til samninga og það er fellt í þjóðaratkvæðagreiðslu í Sviss sem aftur mjög öðvöld við að taka upp gerðir Evrópusambandsins vegna þess að þetta skiptir á verulegu máli á flestum sviðum, bæði í fjármálum, átryggingum og guðmauðvita hverju og landbúnaði. Sennilega Sviss eitthvað dýrasta landbúnaðaland í Evrópu, ég tekur Íslandi fram. En allavega að staða þessa samnings finnst mér að vera ákveðið áhyggjuefni. En mér finnst stundum að umræðan hérna vera á álíka háu plani og þegar ég var 9 ára gamall og var að rífast við kalla austur á landi með gengisfellingu í ágúst 1961 þegar ég var 9 ára gamall. Það er fyrsta pólitíska rimman sem ég man eftir það sem ég var að rífast við kalla austur á landi gengisfellingar. Og við erum bara partur af umheiminum og við njótum ákveðnar virðingar í umheiminum og það eru lönd í Evrópusambandinu sem munu aldrei samþykkja nokkra illa meðferð á Íslandi og munu koma okkur til varnar alveg fram í rauðan döðan. Og þannig að við erum í sjálfu sér ekkert í slæmri stöðu, en það er spurning, er þetta viðhalda þessum samningi? Okkur hefur tekist að nokkuð vel, en varðandi Icesave að við höfnuðum Icesave samningnum var hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslu hér, en þar með var málið ekki búið. Það var höfðað mál fyrir EFTA-dómstólnum og aðild okkar að EFTA-dómstólnum var til þess að það var hægt að slefna landinu fyrir EFTA-dómstólinn og Ísland var sýknað. Þannig að það er nú kostur þess að vera aðildi að alþjóðlegum samtökum og alþjóðlegum dómstólum að þar kemur úrskurður sem byggður á rökum og hérna vísu var málið höfðað á dálítið undarlegum forsendum og út af mismunun á greiðslum og tryggingasjóðu sem aldrei hefði átt sér stað. En allavega að niðurstaðan var þessi og það eina sem ég bið að lyfta þessum umræðum á vitrænt plan og ég nú búin að stunda það í 10,5 ár að skrifa hálfsmánaðarlega greinar í Morgunblaðið stjórnmál af ýmsu tagi og ýmsum hornum og mér finnst alltaf eins og ég sé í sæti kennarans að reyna að lyfta þessu á virðulegt plan. Ég veit ekki hvort. Og þegar ég les hryllingssögur af íslenskum stjórnmálum frá 1950
fram yfir 1960 og hvað misheppnaðist milli 60 og 70, hvað gerðist ekki og hvernig við höfum þokast með EES-samningnum að sko mér finnst ég eiginlega frjáls maður miðað við þau ár og þegar ég stóð og var að rífast í gengisfellinguna 1961. Má ég spotta þetta, hafandi sitjað 3 kjörtímabil á Alþingi, þá er svo merkilegt að fylgjast með áhrifum EES-samningsins, þetta er rétt. Við erum að taka 80% allri meginlöggjöf Evrópusambandsins inn til okkar, fyrst og fremst út á fjórfrelsinu sem er frjáls för fólks, fjármagns og vöru og þjónustu. En megin breytingar í fjármála, viðskipta, samkeppnis, persónuverndar, umhverfis og svo framvegis löggjöf Íslendinga má rekja til Evrópusambandsins í gegnum EES-samningin. Þannig að þessar framfæri sem við höfum séð. Svo er einhver hluti Íslendingar sem segir núna að það er að flæða yfir okkur útlendingar sem eru mikið vandamál sem annars hefði ekki komið og eitthvað svona. Já, ég meina það eru 80.000 útlendingar sem búa á Íslandi, meðal annars til að vinna þau störf sem okkar atvinnustefna er að byggjast á, ferðaþjónustu og annað slíkt. Það er bara frjáls för fólks. Má ekki gleyma að það eru 50.000 Íslendingar sem búa erlendis, fyrst og fremst í Evrópu, þannig að þetta virkar í báðar áttir. Ég hef ekki hitt marga Íslendingar sem vilja ekki hafa fjórfrelsið, þannig að það hefur gefið okkur miklu meiri tækifæri en ekki. Algjörlega. Og EES-samningurinn er alveg lífæð, hefur verið það síðan 1994 fyrir íslensk heimili, fyrirtæki og fjölskyldur og námsmenn og annað slíkt. Og það verið katastrófa ef hann myndi líða til lok, segjum að norðmenn færu inn, þá væri mjög erfitt að viðhalda EES-samningnum. Samanskapi held ég við förum inn í ESB, þá held ég að norðmenn myndi koma eftir okkur. Það er bara svona hvað umræða. En aftur, út af við opnum þess á tímanir eru breyttir. Ég ætla bara að draga fyrir ykkur eina atburðarás sem er kannski ekki svo fjarlæg. Segjum að ónefndi forseti í Bandaríkjunum myndi taka upp símann eða kveikja á því að Bandaríkjamenn áttu nú stóra þátti að byggja Keflavíkurflugvöll á sínum tíma og hann myndi nú segja, ég ætla að fá þennan flugvöll aftur. Eins og maður að sjá hvað er hnykla veðuna okkar Grænlandi. Myndum við ekki þurfa á okkar bandamönnum að halda í því samtali? Að sjálfsögðu. Við erum smáríki, við erum eyríki, við þurfum á vinum að halda. Við sjáum hvernig hann tala til Kanada eða til Danmörkur vegna Grænlands. Þannig að við þurfum á öllum okkar bandamönnum að halda og ég held að full aðalda ESB styrkir þeir bönd og alveg svo Vilhjálmur segir, lítil þjóð þarf að treysta á alþjóðalög. Við getum ekki treysta á okkar hernaðamátt. Það segir sér sjálf. Við þurfum að treysta á alþjóðadómstóla leikreglur. Þannig að með Keflavíkurflugvöllinn núna leggur þú á borðið ný rök, aukin rök fyrir aðild. En á sama tíma segir Kristrún Frostadóttir að hún vilji ekki að fólk taki afstöðu til þessa máls á grundvelli einhvers ótta eða hræðslu. Nei, fólk tekur bara afstöðu eins og það vill. En ég man eftir bankahrunið þá var sagt við ættum ekki að sækja ESB aðild úr veikleika. Nú gengur vel, þá er ekki að sækja aðild að ESB úr styrkleika. Hvenær er að sækja aðild að ESB þá? Eða má ekki gera það illa gengur eða ekki gengur vel. Það líka til fólk sem segir að einmitt nú sé kolvitlustími fyrir okkur að innlimast í ESB vegna að það sótt sé ESB úr austrinu og svona og sem myndum innlimast í eitthvað sem við getum verið án. En mér langar aðeins að taka, ég veit ekki hvort ég er að lyfta umræðin á málefnilegra plan eins og þú ert óska eftir Vilhjálmur, en sko eitt er það sem að andstæðingar ESB aðildar hamra á núna alveg hreint Facebook síðurnar eru fullar af því að það séu sko svik Kristrúnar Frostadóttur í kosningabaráttunni að láta líta svo út sem að ESB yrði nú ekkert sem að skipti máli og yrði engin umræða en það og menn eru að vitna í podcast viðtöl sem hún fór í einhverjum vikum og mánuðum fyrir kosningar þar sem hún segir að nei, þetta sé nú ekkert svo, skiptir nú ekkert miklu máli, hún ætla að ræða það sem sameinar frekar en það sem sundrar og svo sé bara alltaf fullu núna, ég veit að þú ert nú ekki fulltrúi Kristrúnar Frostadóttur en þú ert náttúrulega Já, þú ert sá sem er skást til þess fallin hér við þetta borð að ég beri undir Já, ég skal svara örstuð sko. Það láði þetta alveg fyrir að samfylkingin hefur alltaf stutt aðild Íslands Evrópusambandinu. Það búið liggja frá því hún var stofnuð. Samanskap með Viðreisn. Þetta eru tveir flokkar sem tölu heil mikið Evrópumáli aðdraganda kosninga. Síðan bara rata það í stjórnarsáttmála þessi tvöfalda atkvæðagreiðslu þar segja að byrja á atkvæðagreiðslu hvort þeir hefi aðalda viðræður og það frá bara fyrstu mínútu þessara ríkisstjórnar hefur alveg legið fyrir og þau með þess að tímasettu hana með þeim hætti að hefði ekki sveitnin 2027 þannig að það er ekkert verið að gera eitthvað annað en boðað var og nú erum við bara að taka þátt í
umræðin í aðdragandar þessar ákvörðunar. Ég vona að þjóðin segi já, tvisvar, en við skulum bara taka eina atkvæðagreiðslu í einu og þá þurfum við að tala um efnisatriðin. Ég að tefla hérna að mínum mati þokkaleg rök fyrir inngöngu, aðri tefla hinnu fram og það bara eins og Vilhjálmur segir hérna bara lýðræðisleg umræða og málfrelsi sem bara nauðsynlegt. Það hallar á Ernu og hefur hallað á hana í mældum tíma, ég nokkuð vissum til þessa. Ég ætla að leyfa þér að eiga loka orðin, en áður en það verður þá ætla ég að spyrja þig ertu samþykk því að Íslendingar, almenningur fái að segja sitt álit, eða myndirðu vilja að almenningi gefist ekki þetta tækifæri? Ég hef ætla ekki að vera á móti því að almenningur fái þetta tækifæri, en ég vil að það sé gert á upplýstari og málefnalegri forstöðumdum heldur en umræðan í dag. Heldur við sem svolítið sammála hér allavega það að hún mætti vera skýrari og það hver staðan raunverulega og hvað borði við erum að fara. Ég vil kannski ekki vera þreyta þennan þátt á því að fara meira út í það. Þú setti mér nú reyndar í smá bobba ég var að eiga loka orðin því ég ætlaði líka að fá að spyrja Ágúst Já, við getum hent bobbanum en að því hann fann að taka þessir að svara fyrir Samfylkinguna Nei, hún var stilt upp í vegg Já, hann féll í griðin allavega að það þessi umræða og það talað þjóðaratkvæðagreiðslu skoðanakannanir eru bara annars konar barómetri en ég held að í einhverjum þessum nefndu podcastum hafi þinn formaður sagt að það þyrfti að vera góður stuðningur eða ég man ekki hvað orð hún á að hafa haft það. Hvað ef þetta svona 49-51 niðurstaða? Í hvað stöðu setur það málið í þjóðaratkvæðagreiðslu? Ég held bara að það er skýrt að það bara fara eftir niðurstöðu atkvæðagreiðsluna. Ég segi það ef það væri 51% já og 49% nei, bara svona til að varpa upp svona. Við höfum ekki að óttast þjóðavilja, hvort sem það varðandi Icesave-máli, flugvallamáli. Nei, ég er ekki að stilla þannig upp, ég bara svona, hvað þýðir þetta varanlegur og mikill stuðningu við þessi áform? En fyrir ekki, Vilhjálmur, ert þú ekki þeirra skoðunar að svona þetta er mögulega fellt í atkvæðagreiðslunum? Jú, ég sagði það nú í þessari margtilvitnuðu grein að flestar aðildir að alþjóðasamtökum hefur við felldar. Ég er ekki vissum að aðildina alþjóðabankanum, alþjóðagjaldeyrissjóðnum og alþjóða flugmálastofnunin 1944 hefði verið fellt vegna þess að þá var svo mikið gleði víma yfir því að við mættum nota fullveldið okkar til þess að gera samninga og vera fullgildir aðilar við borð meðal alþjóðasamtaka. En allt eftir það hefði verið fellt og menn hefði haft timburmennina af því að vera utan EFTA, vera utan EES og alls þessa. En allt er þetta kvikt og reyfing? Allt er þetta kvikt og ég ætla ekki að segja það að hér fari allt fjandast til ef við höldum óbreyttu ástandi en bara miðað við umræðuna sem hér urðu út af þeirri ægilegu hættu sem að hefðu orðið ef að almenningi yrði heimilt að taka erlend lán þá gerði ég það daginn að ég reiknaði út verðtryggða krónu, dollar og evru frá 1999 til dagsins í dag og þá kom í ljós að íslenska krónan hún var á tvöföldu gengi miðað við evru og dollar og það er að segja það var greiðslubyrði á höfuðstól og þá var ég ekki að taka til þetta vaxtana og auðvitað verður hver einasti einstaklingur að vera ábyrgur gerða sinna þegar hann tekur lán og það hér verði einhverjir tísku straumar eins og urðu í Evrópu þar sem að Pólverjar tóku lán í evrum og austurríkismenn tóku lán í svissneskum fröngum og svo fór allt á skrið. Komast ekki lengra, Erna Bjarnadóttir, Vilhjálmur Bjarnason og Ágúst Ólafur. Kærar þakkir fyrir tilraun okkar til þess að þoka umræðinu upp á hærra plan. Við getum ekki dæmt í ein sök en vonandi var þetta allavega ekki til vansa fyrir mikilvægar samræður í samfélaginu. Við höldum áfram eftir andartak með annan kafla í kvöldinu, ekki fara langt, kæru hlustendur og áhærendur. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina.
Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is